Einar átt mættur á Maximum völlinn og ætlar að lýsa leiknum á morgun. Hvernig líst þér á þetta ferlíki? Þetta sennilega ljótasti fótboltavöllur sem ég nokkuð tímann augum lít og eitt af ljótari íþróttamannvirkjum bara. Við vorum með þetta hlæjaði í gæra, svona eins og það að fengi 4 mismunandi arkitekta, sett á í lokuð herbyggi, bannaði að tala saman og þetta útkoman. Það er engin harmóní og það víttir veggi og hátt til loft, en það verður við samt allt brjálað hérna þegar leikir eru. Íslendingar kvart yfir hlaupabraut en hún er ekkert í staðar hérna? Já, það er svona einhver vísir að henni hérna undir þessu fallega bláa gervigræsi sem að skilst reyndar að Elvar Geir kollegiðinn hafi haldið að vera sundlaug sem að reyndi síðan vera gervigræs. Það er alveg sem þetta er ekki sundlaug? Ég er nokkuð viss þetta er ekki sundlaug. Ég sá allan að menn labba á þessu hérna og eftir því sem ég best veit bara einn maður sem hefur afrikað að labba á vatni. En að leiknum á morgun, ertu ekki gríðarlega spenntur? Jó, rosalega spenntur. Þetta er náttúrulega frábær aðstæða að vera í. Fyrst við unnum ekki fyrirleikin að fara þá 0-0 út úr honum er algjör draumur og mark frá okkur hérna, saman hvort það er í venjulegum leiktíma eða í framlengingu eða vítakeppni eða hvað sem getur orðið alveg óhuggulega dýrmætt. Hún lýst nokkur leikið mikið inn tíðina, þú ert alveg eftir að sleppa það ekki ef Ísland klárar þetta og fer á HM? Jó, ég þori ekki að spá einu svona í hvernig viðbröðin verða eftir það. Þannig að það er langbest að láta það bara koma af sjálfu sér. Ég veit ekkert hvað ég kem til með að gera. Það verður einlægt? Það verður einlægt, alveg pottþétt, já. Ef Ísland kemst á HM það er náttúrulega mjög þægilegt að geta sagt bara það er engin sem lýsa þess og slökkva bara. En ég held maður verður nú að segja eitthvað samt. Reyna að koma einhver að viti, það er langt síðan það komið eitthvað að viti upp á mér. Þið verður ekki beint í bakarameistarinn auglýsingu þá? Nei, ég held ekki. Þú veist að þú er náttúrulega bakarameistarinn búinn að missa Kolbeinn út líka. Þannig að þeir fá sitt einhvern tímann í útsendingunni. Að lokum, hvernig spáir þessu? Klárum við þetta? Ég ætla að spá 1-1 bara af því að það er svo rosalega svekkjandi fyrir Króata að falla út á okkar útivallamarki. Hvernig þróast það? Verður jöfnarmarki í lokin? Spenna? Nei, ég held að við komst yfir. Ég hef rosa góða tilfinningu fyrir því að við komst yfir í þessum leik og svo bara parkarum við rútunni fyrir framan teginn og verjumst. Þeir ná svo að setja 1 kannski á svona 80 og annari þannig að það verður hasar hérna í lokin en við höngum á þessu 1-1 og förum til Brasilíu í G-streng.